Nú ætlum við að skoða flatarmál nokkura hyrninga. Flatarmál ferhyrnings er bara lengd sinnum breidd, það er að segja þessi sinnum þessi. Það skiptir engu máli hvort ég er með þessa og þessa, eða þessa og þessa, eða þessa og þessa. Ég þarf bara að passa mig að vera með eina af þessari gerð og eina af þessari, því að þessi og þessi eru eins. Skiptir ekki máli hvort þeir ég er með, þessi og þessi eru líka eins, þannig ég þarf að vera með aðra af þessum tveimur. Þetta er ekkert flóknara, bara lengd sinnum breidd og þá fær einingin, ef þetta eru sentimetrar, þá verður þetta í öðru veldi, ef þetta eru millimetrar. Þetta er alltaf svona. Þegar við erum með samsíðung sem er eins og þessi hérna, hér eru 3 tölur. Þetta er ferhyrningur, en hann er ekki rétthyrndur eins og þessi fyrsti var hérna. Þá þarf ég átta mig á því hvaða tölur þarf ég. Og það er í raun og veru þannig að ef ég tæki þennan hérna þríhyrning og myndi klippa hann út, þá passar hann hér. Þannig að þessa lengd nota ég alls ekki. Ég segi bara 4 sinnum 6 og við skulum gefa okkur að þetta séu sentimetrar. Þá fæ ég 24 fersentimetra, skrifast svona. Þríhyrningar, þar er flatarmáli grunnlína sinnum hæð deilt með 2. Það er deilt með 2 vegna þess að þetta passar inn í kassa og er akkurat helmingurinn af kassana, því munið að kassin var grunnlína sinnum hæð. Hæðin er alltaf hornrétt á grunnlínuna. Þannig ég þarf stundum að passa mig. Í mörgum dæmum þá eru bara grunnlínan og hæðin gefin eins og hérna. Þá er þetta 8 sinnum 4 deilt með 2. Flatarmálið út úr þessu fæ ég 16. Skulum gefa okkur að þetta séu sentimetrar. Þetta séu metrar. Hér eru 3 tölur. Hvaða tölur á ég að nota? Jú, tölurnar sem mætast í rétta horninu, ég nota semst ekki þessa. 3 sinnum 4 deilt með 2. 6 cm, metrar voru þetta í öðru. Grunnlína sinnum hæð deilt. Hér er líka snúið dæmi, því að hver er grunnlínan og hver er hæðin. Það er þannig að grunnlínan er bara grunnlínan á þríhyrningnum sjálfum, ekki öllu draslinu. Og þá ger ég hér, flatarmálið er eftir 6 sinnum 4 deilt með 2. Út úr þessu fæ ég 12. Svo gefa okkur þetta séu millimetrar. Þessa tölu hér nota ég alls ekki. Hérna er fullt af tölum. Ég þarf grunnlínu og hæð þegar ég er að reikna flatarmál. Og þá þurfum við að byrja á að finna hæð og grunnlínu sem er bæði gefin. Þessi 8 hérna inn í miðjunni, hún á við þessa hæð en ekki þessa. Og þessi hæð, þetta er eina hæðin sem er gefin, þær er alltaf 3, hérna er svo 3. Hún er ekki teiknuð. Þessi hæð er gefin, hún er svo eina sem er gefin. Ég þarf að finna grunnlínu sem að passar við þessa hæð. Og það er grunnlína sem er réttu horni við þessa. Það er þessi hérna. Þannig að ég nota ekki þessa hér og ekki þessa hér. Ég geri 14 sinnum 8 deilt með 2. Út úr þessu fæ ég hvað? 14 sinnum 4 sem er 56. cm í öðru. Finna út hvaða hæð, hvaða grunnlínu ég að nota, finna það sem passar saman. Hér erum við komið með annars konar ferhyrning. Hér eru nokkrar leiðir til þess að leysa þetta. Ég get alveg hlutað myndina niður. Tekið þennan part hér, hann er 8 sinnum 5. Þennan part hér, hann er 6 sinnum 4. Af hverju er þetta 6? Jú,
alla leiðir 8, það er bara 2 hingað, þá hlýtur restin að vera 6 og svo 3 sinnum 8, lagt þess að 3 tölur saman fyrir þennan part og fyrir þennan part og þá fæ ég útkomuna. En það er líka önnur leið sem ég ætla að sýna ykkur. Hún er sú að taka allan kassan. Hvað er þessi langa lína hérna löng? Hún er 5 + 4 + 3. Hún er 12. Og þá ger ég 8 sinnum 12 og út úr því fæ ég 96. En þá er ég eftir að draga, ég ætla að mínusa litla kassan hérna frá. Hann er 2 sinnum 4. Hann er 8 og þegar ég er búinn að mínusa 96 mínus 8 þá fæ ég 88 cm í öðru sem er þá svarið. Hefði ég farið hina aðferðina að finna þennan kassa hér, svo þennan og svo þennan, þá fengi ég sama svar. Hérna sjáum við aðra mynd. Við ætlum að reikna hvað þetta svæði hérna er stórt. Þetta er í raun 2 þríhyrningar en það eru 2 leiðir til þess að reikna þetta. Það er annars vegar að finna hvort þríhyrning fyrir sig eða af því að öll grunnlínan fyllir upp í þríhyrninga þá get ég líka tekið bara allt svæðið og deilt í 2. Því að grunnlínan er öll grunnlínan. Ég get reiknað þess að það sé 1 þríhyrningur. Þá ger ég að því ég sé að þetta er 14, þá ger ég 14 sinnum 5 deilt með 2. Út úr þessu fæ ég 35. Skulum gefa okkur þetta 7 metrar. Og þá er ég komið svar. Hefði ég farið að reikna þríhyrningan í sitt hvoru lagi, þá hefði ég sagt 8 sinnum 5 deilt með 2. Út úr þessu fæ ég 20. Og 6 sinnum 5 deilt með 2. Út úr þessu fæ ég 15 og ef ég legg þetta saman þá fæ ég 35, ég fæ sömu niðurstöðu. En þá er þessu lokið.